Á fáum árum hefur Brasilía tekið stórt stökk fram á við frá því að vera þróunarríki í það að vera eitt helsta iðnríki heims. Við skoðum framfarir í Brasilíu í kvöld. Brasilía er 5. stærsta land heims að flatarmáli og líka það 5. fjölmennasta. Landið er 8. stærsta iðnríki heims, en þrátt fyrir það fer merkilega lítið fyrir því á alþjóðavettvangi, í það minnsta í hinum vestræna heimi. Í Hér og nú í kvöld skoðum við hvernig Brasilía hefur tekið stórt stökk frá þróunaríki til verðandi stórveldis. Íbúar í Rio de Janeiro fögnuðu nýju ári af krafti, enda full ástæða til. Áramótin mörkuðu upphaf annars áratugar ótrúlegs hagvaxtarskeiðs, en á fáum árum hefur Brasilía tekið stakkaskiptum frá því að vera þróunaríki til þess að vera eitt af helstu iðnríkjum heims. Allt frá ávöxtum til bensíns, vatni til flugvéla frá Brasilíu er selt allan heim. Áramótin mörkuðu einnig endalok forsetaferilsmannsins sem margir þakka þessu umskipti. Vinstrimaðurinn Luiz Inácio Lula da Silva var niðurburðar sigur í forsetakosningunum í Brasilíu í gær. Hann er fyrsti vinstrimaður sem náð hefur kjöri sem forseti landsins. Lula, eins og forsetinn er jafnan kallaður, er fæddur í fátækt og var ólæs fram að 10 ára aldri. 1980 stofnaði hann Alþýðuflokkinn, byltingakenndan vinstriflokk. Eftir að hafa ítrekað boðið sig fram til forseta, myndaði hann bandalag með örsmáum hægriflokki og sigraði í kosningunum 2002. En hann rauninni Brasilía, saga Brasilíu. Hann þessi svona sjálfmenntaði maður sem elst upp mikla fátækt. Hann, eins og segir, lærir reynslunni, hann brýst til áhrifu gegn verkalýðshreyfinguna. Hann lærir það mjög margt, hann fæst svona frá því að vera mjög mikil vinstri maður yfir það að vera mjög praktískur og pragmatískur maður, en hjartað slær endi vinstri á Lula. Og hefur alltaf gert, og maður sér það ekki síst í utanríkispólitík Brasilíu sem hefur verið mjög langt frá utanríkispólitík Bandaríkjanna. Þar hefur hann fengið að láta sín svona vinstri sentiment, ef svo má segja, skína áfram. Þótt Lula sé eignaður heiðurinn af hagvextinum má rekja margt til forvera hans í embætti, Fernando Henrique Cardoso. Almennur hagvöxtur á heimsvísu kom sér líka vel og fyrir vikið gat Lula efnt loforð sínum að bæta kjör þeirra fátæku. Fyrir það bil 15-20 ára síðan gerist tvennt í einum. Annars hefur byrjað pólitíkin að breytast í Brasilíu og hins vegar að þá var þessi stórkostlega aukna eftirspurn eftir hráefnum í heiminum út af vextinum í Kína og víðar í Austur-Asíu. Þetta var mikill búhnykkur fyrir Brasilíu og gerði það verkum að þarna var mikill uppgangur í kringum hráefnaframleiðslu. En það hefði ekki orðið neins ef ekki hefði komið til breyting í pólitík sem var til þess að ríki hefur einbeitt sér að því að bæta kjör þegar verst settu. Brasilía hefur heimsmet í misskiptingu og auðs sem það er mjög að skána. Þúsundum milljarða króna hefur verið varið í félagsaðstoð og lágmarkslaun voru hækkuð. 30 milljónir teljast hafa sloppið úr fátækragildrunni. Eu acho que talvez o principal símbolo seja essa emergência da nova classe média. Quer dizer, o crescimento do Brasil é bem diferente do que nós nos últimos anos e a desigualdade lá sobe de nível mais baixo que o nosso e a nossa de nível mais alto ela segue caindo. Caio, sem býr í Kópavogi, ferðast reglulega heim til São Paulo. Hann segir mjög ábyrrandi hve neyslan hafi aukist mikið. Flottari bíla á göttunum, maður sér að þeist að maður að leyfa sér meira. Viðskiptamenn svona áhættusæknari núna. Veitingastaðir, fyrirtæki, að spretta upp út allt, svo eitthvað sem nefnt. En sé þó misskiptingin gríðarleg í landinu. Fyrir flesta takir það alltaf 3 tíma að koma sér til vinnu í strætó á meðan aðrir ferðist í þyrlum. Caio segir að þótt margt hafi sannarlega breyst til batnaðar í stjórnartíð Lula, sé það einkum ímynd Brasilíu sem hafi raunverulega breyst. Mér finnst eiginlega Brasilía að vera sama landi og það var fyrir 5-6 árum, en ég held að forsetinn, hann hafi verið svo mjög duglegur að auglýsa landið og markaðssetja það. Brasilía býr yfir gríðarlegum náttúruauðlindum. Ríkisolíufyrirtækið Petrobras er fremst í flokki þeirra sem nýtt hafa sér miklar olíubirgðir við strendur landsins sem skilað hefur ríkinu miklum hagnaði. Breytt pólitískt landslag í Suður-Ameríku hefur einnig styrkt stöðu landsins. Hún er nú svo sterk að heimskreppan kom tæpast við landið. Þegar Lula hvatti íbúa Rio de Janeiro fyrir jól, hylltu hann þúsundir. Não dá mais para este país conviver com a mediocridade política
daqueles que pensam no seu próprio umbigo e não pensam nas pessoas mais humildes desse país. Við embættinu tók Dilma Rousseff, fyrsta konan til að setjast á forsetastól í Brasilíu. Hún hafði lengi verið einn helsti samstarfsmaður Lula. Á sínum yngri árum var hún í forsvari byltingarhreyfingar og satt meðal annars 3 ár í fangelsi. Rousseff umdeild. Margir tala hana sem eiginlega mannesku sem hefur engan persónuleika, sem bara að fylgja honum Lula. En ég held að hún sækir eiginlega í sama fylgi og hann Lula í sama hóp. Þannig að ég held að hún geti orðið jafn vinsæl og hann. Rétt eins og þegar Lula tók við óttast nú sumir vinstrisveiflu og aukin afskipti ríkisins. En í raun þýddi það litlar breytingar því umsvif ríkisins í atvinnu- og viðskiptalífi hafa stór aukist á undanförnum árum, en ekki nóg til að hræða á brott fjárfesta eða fæla frá innlenda peningamenn. Rousseff bíða erfið verkefni. Eitt það helsta að efla menntakerfi landsins. Lula gerði lítið til að bæta menntakerfið og var harðlega gagnrýndur fyrir það. Það þýðir ekki neitt að gefa fólki peninga ef maður ekki að gefa þeim möguleika. Hægt gengur að taka á glæpum sem eru stórfellt vandamál þótt Lula hafi undanfarið verið í herferð gegn glæpagengjum í fátækrahverfunum. Hins vegar allt sem mæli með því að það verið verulegur hagvöxtur þarna yfir þó nokkuð langan tíma og við megum ekki gleyma því heldur og öfugt við annað risastórt hráefnis og auðlindahagkerfi og Rússland sem Brasilía borin saman við að það friður allt í kringum Brasilíu. Það eru mjög vaxandi markaðar allt í kringum Brasilíu sem Brasilíumenn selja inn á. Þeir eru lengra konur í tæknisti heldur en flestir nágrannar þeirra þannig að það opnast markaðar allt í kringum þá. Þeir eru mjög góð og mikil viðskiptasambönd við Kína sem eiginlega orðin áskrifandi af öllu sem þeir geta grefið úr jörðu þarna næstu árum og áratugum. Ekki hægt að segja annað en framtíðin sé björt fyrir Brasilíumenn haldi þeir rétt á spilunum. Brasilía stefnir á því að fá fast sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. 2014 verður þar haldin heimsmeistarakeppni í fótbolta og 2 árum síðar Ólympíuleikar. Stóra hættan Brasilíu er alltaf svo að það verði of mikið verðbólga í landinu, það er margoft gerst áður. Það sem ég myndi kannski segja fyrst að spurningamerki við menntakerfið sem er mjög lélegt og það er lítil nýsköpun í atvinnulífinu þannig að það er hætta ákveðin á því að það verði full einhæft fyrir þetta stóra land.